Hvernig reiknum við flatarmál? Flatarmál svæðið sem þarf að þekja. Ef ég á mála þetta með málningu, klippa út blað sem svona, hvað það margir fermetrar, fersentimetrar eða hvaða einingu við svo sem að nota. Hér erum við að nota sentimetra í báðum myndum. Og þá get ég gert flatarmál lengd sinnum breidd. Og hvor lengdin og hvor breiddin kannski ekki aðalatriði, en önnur lengdin og hin breiddin. Hér myndum við segja sennilega þetta sé lengd og þetta sé breidd. Svo getum við náttúrulega snúið myndinni við og þá snýrt einhvern veginn, getum við kallað þetta lengd og hitt breidd. Það ekki aðalatriðið. Heldur, önnur lengd, hin breidd. Síðan get ég teikna myndirnar bara, sérstaklega þegar ég með svona lágar tölur, í rúðubókina hjá mér. Og hérna eru 3, þá ætlum ég að skipta þessari lengd í 3 parta. 1, 2, 3, hérna eru 5. Skiptum þessu í cirka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rúðurnar ekkert nákvæmlega stóra hjá mér. Ef þið gerið þetta í rúðubókina þá er þetta nokkurn veginn jafn mikið. Og ég get bara talið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eða ég get gert lengd sem þá 5 sinnum breidd. 3, 15. En það taldi ég 15. Þetta eru 15 hvað? Cm í öðru, sem þýðir fersentimetrar. Því að ég búin að margfalda sentimetra sinnum sentimetra, þá fæ ég sentimetr í öðru, því annar veldi þýðir að ég sé búin að margfalda eitthvað tvisvar. Hér get ég farið sömu leið að tekna rúður, það eru leiðilega margar, ég ætla að gera bara 7 sinnum 4, 28 fersentimetrar. Gæti komið fermetrar, fermillimetrar, ég get fengið alls konar einingar út úr þessu, lesa hvað stendur, en flatarmál að taka lengd og breidd, það að segja þegar við erum með ferhyrninga eða rétthyrninga eins og hér.